Komiði sæl. Kona sem fékk krabbamein segir nógu erfitt að hafa áhyggjur af veikindum þó ekki bætist við þungar fjárhagsáhyggjur vegna þess hve dýr spítalameðferðin hafi reynst en hún kostaði yfir 200.000 krónur. Spítalinn setti skuld konunnar í lögfræðiinnheimtu og var hún að endingu rukkuð 300.000 krónur. Nanna Hlíf Ingvadóttir tónlistakennari greindist með krabbamein í brjósti í mars í fyrra. Taka þurfti brjóst hennar, byggja upp nýtt og svo þurfti hún lyfjameðferð sem lauk fyrir rúma ári. Hefði ég nú verið spurð í byrjun hvort ég hefði efni á þessu. Það hefði ég nú ekki treyst mér í þetta vegna þess að ég hefði alls ekki efni á þessu. Ég er kennari B1 með 2 börn og þetta var bara alls ekki til fyrir þessu. Skuld Nönnu við spítalann var send í lögfræðiinnheimtu. Síðast ég vissi þá var hún komin með lögfræðingakostnaði upp í 300.000. Og ég baði ekki þetta. Ég tók þetta lán ekki til að kaupa mér bíl eða neyslulán. Þetta er veikindi sem ég lendi bara í á einum degi. Þannig að það koma eftir ársmeðferð í krabbameini þannig út úr því að ég sé stór skuldug er náttúrulega hræðilegt. Og ég hefði aldrei getað trúað því ég þyrfti að takast á við þessa fjárhagslegu áhyggjur ofan í það kannski að reyna að halda sönsum í því að vera ekki hræddur við að deyja. Fyrir nokkrum árum var krabbameinsmeðferð ódýrari fyrir sjúklinga. Ýmis gjöld sem spítalinn innheimtir hafa hækkað. Þá liggja sjúklingar mun skemur inni á spítalinn áður en þurfa í stað þess að koma oftar á dagdeildir. Þar er rukkað fyrir hverja komu en innlögn kostar sjúkling ekki neitt. Samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum kann lyfjakostnaður krabbameinssjúkra í einhverjum tilfellum að hækka. Núna fá þeir sem greinast með krabbamein lyfjaskírteini og þurfa því sáralítið að greiða fyrir ýmist lyf við einkennum krabbameins og meðferða við því, eins og svefnlyf, ógleðilyf, verkjalyf og fleira. Samkvæmt nýju frumvarpi muni skírteinin heyra sögunni til og því þurfi krabbameinssjúklingar að greiða hámarki 65.000 krónur á ári fyrir lyfin en öryrkjar 45.000.